Já, ég er búinn að stunda lengi, sem sagt, ganga fjörur mjög lengi, það byrja 50 ár og mest norður á Ströndum. Og þegar ég byrjaði þar að ganga fjörur fyrir 1970, þá eru allar fjörur hvítar af plastpokum. Það er annars vegar mjólkurpoka frá mjólkurstöðunum á Norðurlandi, þar að segja Kaupfélagi Þingeyinga og Kaupfélagi Firðinga. Og þessum öllu sorpi og öllu var sturtað í sjóinn og þetta plast barst þarna að ströndunum og náttúrulega miklu meira annað rusl, áburðarpoka líka. Og það sem gerir þetta verkum er það að sem sagt Golfstraumurinn sem kemur hérna suður og vestur með landinu, hann fer fyrir Vestfjarðakjálkann, gengur fyrir Vestfjarðakjálkann og þar mætir hann Pólstraumnum og þar sekkur Pólstraumurinn í Golfstrauminn. En ruslið sem kemur með báðum þessum straumum, það heldur áfram inn með ströndunum, inn í Húnaflóa. Sem sagt, og síðan rekur norðaustanáttin ruslið á land sem flýtur ofan á straumnum. Þetta er ástæðan fyrir því að svona mikið rekur á ströndum, ekki bara trjáviður heldur líka rusl. En þetta hefur breyst, það kemur minna rusl, miklu minna rusl og reyndar líka minni viður. Og við sjáum minna á fjörunum heldur en áður, en þetta er allt þarna ennþá. Plastið er bara molnað niður, það er allt í fjörunni hjá okkur. Þannig að það er vandamáli til lengri tíma litið. Þess vegna fagna ég þessu átaki sem er að fara með í gang.